Svo eftir það þá þarf ég að taka magan. Já, þú ert líka með alvöru maður. Já, ég er með vígalega maga, sko. Það er að gera eitthvað geggja þar, sko. Já, og væri til að fá bara eitthvað svona, eitthvað vígalegt, sko. Já, ég meina... Ég hef séð að þú hefur verið að gera eitthvað svona, eitthvað dímons og eitthvað. Ég er farin að fíla alls konar svona, eitthvað þannig, eitthvað svona meira dark, sko. Svo maður ekkert að stressa svo mikið, það er svo margir sem hefur verið að flúra sem alltaf verið að bíða með magan. Já. Ég hugsi ég tæki það bara næst bara... Já, út af því að sko það er svo margir, já ég ætla náttúrulega að létta á staðin sko. Já, en... skiptið það einhverju máli? Nei, ekki þannig sko. Ekki nema þú ætlar að fara bara á Ozempic og bara, þú veist, skreppa saman sko. Já. Eða ef þú fer bara dælið í eitthvað og éta, skilur við, og stækkar geðið þrætt. Já, en... Nú ef ég bæði ég verið með maganum og ég er búin að vera 110 kíló og 90 kíló með þetta maganum. Og það er það mikill munur sko. En það nokkuð? Nei. Ég meina maður hefur séð bara Hafþór Júlíus, hann hefur bara létt sig bara 60 kíló eða eitthvað, svo aftur upp, en maður veit ekki hvort það sé eitthvað munur á flúrunum sko. Nei, þú veist. En lætur maður þá ekki bara græja þetta? Jú. Allan er ég þannig að ég nenni ekki pælu mikið í þessu skilur. Og ég fer kannski eftir hvað þú færðir, fattar mig. Nákvæmlega. En segjum að þú ætlir bara að fá að risa dreka haus bara á þetta magan. Já. Þú gefur svo fokk að hann breytist aðeins þegar þú léttist eða þingist eða. Það er bara, þú veist, segjum að þú fóði að dreka á þessu magan, sem þú bara fitna geðað mikið. Hann er bara nettari. Já. Bara stækkar. Bara stærra það. Já, það er reyndi geðað, sko. Ég var ekkert með þessa, ekki legit pælingu, skilur við. En ekkert þá, var ekkert pæli hvað myndi gerast eða þú myndir þú veist það við settum svona tyggjótattu að kona mín á strákan okkar og bara þegar eins og það er okkar strákurinn var bara 4 eða eitthvað og settum bara svona backpiece á hann og bara bodysuit basically svona tyggjótattu sem hann pantaði að nýttin og svona stór og ég var að pæli hvað þú veist djöfull verðum að fljótur að bodysuita bara 4 ára krakka, skilur. Og þá út frá því fór ég að pæla. Ef þú myndir, svo verður hann fullorðinn, skilur. Hversu mikið skemmast þetta? Já. Út af þú út að stækka alveg rosalega mikið, sko. Akkurat. En svo er spurning, verður það í lagi, segjum að þú tækir bara og gerir stóra japanska hanjagrimi á bakið á 4 ára. Bara hypothetically, skilur. Það myndir alltaf aldrei gera það. Nei. Pælingi minni bara hvað myndi gerast þegar þú orðin 30, skilur. Já. Er hann alveg hella ljót? Já. Alveg pottið úti þegar tegis og línurum og svona, skilur. Þetta er góð pæling, sko. Ætla að myndi strekkjast yfir allt bakið. Það er líka spurning. Kannski er þetta alltaf bara komið í spöngina þér. Já. Þetta er bara tilraun sem þyrfti að gera eða, sko. Út af því að, sko, ég þekki einn sem var með úlfatattú, skilur, hérna. Já. Og svo stækkaði hann geðveitt mikið. Já, fór bara í gymmið og... Já. Allt í hennu var að hérna. Já. Það breyttist ekki, það færðist bara. Það færðist bara frá hérðan og yfir framan á bæsefnum. Já, og það stækkar náttúrulega og það stækka á sér bæsefnum. Húðin tegist yfir. Og það tegðist eiginlega ekki mikið af tattunum, það bara færðist. Já. Það var mjög spes. En það var bara flott, ennþá? Já, það er flott tattoo. Nei, en þú veist, það var bara svipað ljótara. Já, nei. Já, þetta er áhugaverð pæling, sko.